Já, ég heiti Ívar Guðmundsson og 49 ára, fæddur 1966 í Reykjavík og að vera 50 á næsta ári sem verður skemmtilega áfangi ábyggilega. En ég hef búin að vera í íþróttum eiginlega svona alla mína tíð. Það hefði ekki verið 6 ára þegar ég byrjaði í fótbolta í Efra Breiðholtinu og spilaði með Leikni sem að nú eru loksins konir í úrvalsdeildina. Það tókst ekki meðan ég var þar. En síðan fór ég að spila fótbolta með Fylki, þannig að fótbolti svona minn grunnur í íþróttum. En upp úr 20 þá fór ég að hafa mikinn áhuga á líkamsrækt og fór að lyfta allt í einu lóðum sem ég hafði aldrei gert áður. Og hann ber nú svolítið ábyrgð á því. Vinur minn Fjölnir Þorgeirsson sem dróð mig fyrst inn í lyftingasal. Hann var töluvert sterkari en ég á þessum tíma þó hann var yngri. En ég held ég hafi nú svona náð honum því ég hef nú stundað þetta betur. En í framhaldi af þessu þá fór ég að hugsa miklu meira heldur svona mataræði og hvað maður lætur ofan í sig og maður var ekkert að pæla í þessu áður fyrir þegar maður var í sprikla bara í boltanum. Maður borðaði kannski bara puls og kók í morgumat en maður var náttúrulega alltaf bara eins og hrísla því maður hljóp svo mikið og hreyfði sig mikið og ég hef alltaf bara verið að hreyfa mig mikið. En eftir þetta þá fór ég að spá svolítið í þetta þegar ég fór að lyfta lóðum, hvað ég var að setja ofan í mig, hvað ég var að næra mig mikið, hvað ég var að hreyfa mig mikið og í framhaldi af því fer ég síðan að keppa í fitness. En í raun og veru ger ég það ekki fyrir en ég orðinn það bil 35 ára. Þá var þessa fitnesskeppni sem voru svona eins og það kalla Ice Fitness, Galaxy Fitness, það var svona hreyfingin og það var hún sem heillaði mest. Þrautabrautir og uppbyggingar og dífur og svoleiðis og átti ég nú meðal annars Íslandsmet í uppbyggingum og dífum í 2 ár, þannig að ég var voðalega grobbið með það. Þó ég hafði nú ekki aldrei unnið þetta Ice Fitness, þá var ég 6 sinnum í silfursæti á marga silfurpeninga í því. En og var orðinn þekktur fyrir það að vera áhuga á því hverju var í silfursætinu heldur en hver inni liggur við. En það má alveg segja að ég sé búinn að svona vera í vel yfir 20 ára spá mikið í bara hreyfingu og næringu og í framhaldi af því kemur allt þetta hámarkið sem við Arnar grattum unni saman og próteinstangirnar og þetta. Þannig að þetta er svona í stuttu máli svona kannski hvernig þetta byrjaði allt saman þetta íþróttabrölt á mér. Já, sko það var nú kannski bara meira forvitni sem ég fór að æfa líkamsrækt fyrst, en ég fann strax að það skipti miklu máli og ég vildi að ég hefði átt vita á því þegar ég var bara svona á unglingsárum í fótbolta því að það er svo við sjáum orðið í fótboltamönnum í dag að þeir eru flest allir orðnir nokkuð stæltir þó þeir séu léttir og sterkir á efri hlutan því að það skiptir svo miklu máli bæði upp á hraða og halda fólki og mönnum frá sér og maður sér þetta bæði á stelpunum og strákunum að það er orðið miklu betri líkamlegur burður hjá þeim. Þannig að ég fór að lyfta lóðum út af því og hugsaði svona eftir á mikið hefði verið gaman að ég hefði byrja aðeins fyrir á því en það hefur gert það að verkum að ég er allan svona ennþá að sprikla í fótbolta þó maður sé komin á þennan aldur og ég er ennþá að ná að hlaupa á svona alveg á við 25 ára gamla stráka sem ég er bara nokkuð gott Sko þegar ég var að byrja að lyfta lóðum þá var ég nú ekki með eins svona stór markmið svo sem. Aðalega var nú bara svona að bæta kannski líkamlegt ástand. Ég var í ágætis hlaupaformi og það allt saman. Ég var mjög léttur, ég ætla ekki verið svona 68 kíló og á kannski einhverjum 5-6 árum að þá náði ég að þyngja með 7 kíló af vöðvamassa og það breytti rosalega miklu. Og í dag er ég alltaf svona 83-4-5 kíló þó ég sé aldrei mjög hár í fituprósentu. Þannig að þetta er búið að vera mikil vinna en skemmtileg. En í fótboltanum svona þegar maður var að byrja þar þá var nú alltaf svona pælingin að verða eitthvað í fótboltanum en ég náði aldrei að stunda nógu mikið til þess að verða kannski svona í afrekshlutana þar. Já, sko það fyrirmyndir allan svona minnar kynslóðar er náttúrulega maður eins og Jón Páll ef maður hugsar út frá líkamsrækt. Hann náttúrulega var gríðarlega mikill íþróttamaður og þegar við vorum að fylgjast með honum náttúrulega að vinna sterkasti maður heims og hann var í raun og veru kornungur, ekkert ósvipað á Hafþór Júlíus núna, 25 ára gamall á þröskuldunum að vera sterkasti maður heims. Að hann í raun og veru svona fyrirmyndi þegar kemur að lyftingum og slíku, en svo hef ég alltaf bara heillast mikið af fimleikafólki, þó ég hef aldrei verið í fimleikum sjálfur. Mataræði er nefnilega það rætt það sem maður læriði svolítið seinna meira. Mataræði skiptir öllu máli. Bæði í að ná árangri við það að svona halda líkamlegu tóna sig til og allt sem þetta gerir kringum fitnessi og ég læriði svona mest af því þegar ég var að keppa. Bara
hvað ég á að borða og hvernig ég á að borða. Fólk heldur að við sem að svelta okkur, en það aldrei svoleiðis. Við borðum mikið, við borðum bara mjög hreint fæði. Og ef þú ætlar að ná einhverjum árangri í hvort sem það í hvaða íþróttagrein sem þá skiptir það rosalega miklu máli að næringin sé góð. Vegna þess að þú nýtir þá miklu betur æfingarnar og vöðvarnir byggjast miklu hraðar upp. Þú verður alltaf með mikil vöðvavöxt þegar þú verður ung. Svo fyrir að hægjast á hana þegar við eldust, þannig að kannski kemur þetta sér betur þegar maður eldist, en ég held að skiptir miklu máli að mataræði, og maður sér það bara í dag í öllum íþróttum að það eru allir að hugsa miklu meira um mataræðið og næringuna. Þetta snýst ekki endilega um hitaeiningar, heldur að það sé mikil næring og góð næring úr hitaeiningar. Já, það er náttúrulega, þetta er rosalega umdeilt mál, sko. En það var allan að hjálpa mér. Ég veit allan ekki, ég get ekki svara fyrir aðra. En staðreyndin er náttúrulega svo að þú nærð einhvern veginn aldrei jafnvel þó að læknar segir manni það að maður eigi nú að ná öllu próteini út úr fæðunni, að þá nærðu því aldrei, því að sko prótein færður náttúrulega spara á kjöti og fisk og slíku sem að þú borðar takmarkað magn af. Þannig að ég hef notað fæðubótarefni og ég hef notað prótein og kreatín til dæmis og ýmsar amínósýrur sem eru próteinafurðir. Ég hef notað svona pre-workout drykki, aðalega bara, sko ég er ekki viss að þeir kannski skilja manni miklu árangri, sko líkamlega, það er meira svona andlegt. Þetta er náttúrulega örvandi drykkir og það náttúrulega ekkert að mæla með því bara yfir höfuð við ungt fólk. En þetta er svona það sem ég hef notað og það hefur hjálpað mér að ná næring og það er kannski líka ástæðan fyrir því að við fórum í að framleiða svona bara mjög einfaldan prótein næringadrykk. Hámark er ekkert bara næringadrykkur, þó hann sé kallað próteindrykkur. Næringi snýst það að við erum ekki með vítamínbættan og ekki steinefnabættan, þannig að þetta hentar í raun og veru allt frá bara krökkum og upp í fullorðið fólk. Sko þetta er svolítið góð spurning. Svona þegar ef ég ætti að taka kringum fitness, því það er svona eitt af því sem maður sett sér nokkuð svona skýr markmið með. Fyrsta atriði var nú bara að ég fylgdist með fitnesskeppni, ég verið haustið 2000 í Laugardalshöllinni og hugsaði með mér að ég gæti nú örugglega verið með í þessu. Þetta var örugglega skemmtilegt og aðalega var það svona þessar greinar allar, það er að segja brautin skemmtileg og áhorfendur og mikið líf og fjör. Þannig ég byrjaði bara fyrst að æfa fyrir þetta og var svo með í fyrsta móti 6 eða 7 mánuðum seinna. Og af því að mér gekk svona ágætlega, mér minnir ég að ef ég er einhverstað í 4. og 5. sæti eitthvað svona af einhverjum kannski 18 strákum, að þá hugsaði nú setja ég stefnuna á bara að vera með þeim bestu og svo heldur maður bara áfram og ég tók þátt í 11 mótum á 5 árum og eins og ég segi, þó ég hafi ekki náð að vinna þá náði ég 6 sinnum silfursæti en í raun og veru voru 2 skipti sem ég hefði getað unnið en hin voru kannski ekki þannig. En markmiðið fyrst og fremst þannig að ég reyna að sjá fyrir mér mig gera hluti, fara yfir það í huganum, það er svolítið svona kannski hlut af íþróttasálfræði og eins og því ég var að æfa mig fyrir uppbyggingur af dýfur, braut og annað, þá var ég búinn að fara í gegnum þetta allt í huganum nokkrum sinnum. Þannig að það er andlegi hlutinn og svo náttúrulega verður maður bara að æfa greinarnar, það er eiginlega þetta sko. En andlegi hlutinn er eiginlega rosalega stór bæði þessu, bæði í líkamsræktinni og í öllu sem við gerir. Ég held að íþróttirnar hafi skilað mér mjög langt bara í öllu sem við kemur lífinu. Ég hef eiginlega alltaf einhvern veginn frekar hallast að því að æfa styttra og af meiri ákefð heldur en eitthvað að eyða mörg klukkutímum í þetta. Það er líka fer eftir hvað maður er að æfa, ef maður er að æfa 5 leika sund þá þarf það að æfa marga tíma á dag, það bara þá nærði ekki árangur öðruvísi. En ég hef einhvern veginn alltaf verið svona að reyna að halda mig við svona klukkutíma til 1,5 kannski, en ég hef oft verið að æfa svona 5 sinnum í viku lyftingar að einhverju leyti og úthald og svo hef ég kannski verið í 2-3 klukkutíma í viku í fótbolta. Þannig að þetta er svona æfingarprogrammið mitt bara síðustu ár. Eina hindrun sem maður þarf að yfirstíga það sjálfur. Það er, ef þú ert alltaf að keppa þig sjálfa þig, þú mátt aldrei vera að setja þig einhvern veginn saman og hugsa ég vil vera eins og þessi eða ég vil vera eins og þessi, þú vil bara vera alltaf betra eintak af sjálfum þér. Og ef maður er bestur, eins og maður getur orðið bestur sjálfur, þá nær maður árangri. Já, sko motto mitt er eiginlega það að það er ekki til sem heitir ekki hægt. Það er allt hægt. Bara ef okkur langar það nógu mikið, þá getum við það. Og ég reyni að gera það sem ég er gaman af og sleppa hinu. Já. Ég held að besta ráðið sem ég fengi er
þetta að vera ekki fórnarlamb eða vera eitthvað að pæla í einhverjar fortíð eða ég hefði átt að gera þetta, heldur að halda bara alltaf áfram. Það er svona að setja fortíðina, að læra af fortíðinni, setja henni aftur fyrir sig og svo heldur bara áfram fullu. Það er eina sem við getum gert. Við getum ekki breytt því sem er búið, við getum bara breytt því sem kemur. Sko þegar ég var í fitnessinu þá var þetta yfir þannig, þá var maður að vakna svona kannski 5:30 á mótnana og maður var að koma á æfingu upp úr 6. Svo hef ég alltaf verið að þjálfa líka með þessu og svo maður alltaf fullur í vinnu líka í útvarpinu, búin að vera það í yfir 20 ár. Og þegar maður búinn að æfa þá fór maður í morgunmat, þetta var eiginlega svona kannski 7:30 og þá var bara hafragrautur og ég er ennþá að borða hafragraut á mótnana, ég finnst það mjög gott. Mjög sér ég kom með svona mína útgáfa á honum og svo var ég mættur í vinnu svona milli 8 og 9, aftur borðaði bara svona 10-leytið og aftur í hádeginu og svo var oft farið á svona kannski léttæfingu seinnipartinn og maður tók eitthvað millimál áður að fóra það, svo kvöldmatur, drekka vel af vatni. Þetta var mjög svona hver einn dag var mjög svipaður. Svo fór kvöldið svolítið í það að búa til jafnvel svona mat fyrir morgundaginn því maður þurfti að vera svolítið að gera sér tilbúinn. Ef þú ert ekki tilbúinn með mat, þegar þú verður svona svangur eða á klukkunni, ef þú ert að skera svona niður fæðið þá verður maður bara brjálaður. Þá verður maður skapstyggur og til að passa það þá reyndi ég að við alltaf að klára kvöldin, elda kjúklingin eða fiskin eða hvað maður alltaf hafa daginn eftir. Já, þetta er mjög erfið sko. Ég held að það sé nú svolítið svona, allavega ef ég svona skoða bara þær svona fyrirmyndir sem maður hefur skoðað, að þá hef ég mikið hort til manns eins og Magnúsar Skeving sem að hefur það er þetta meðalhóf í öllu en samt fara það einhvað sem ætlar. Það er svona, ég held að skiptir máli með góðan íþróttamann, það er skapið. Þú þarft að hafa gríðarleg keppnisskap, þú þarft samt sem áður að hafa stjórn á því, nýta það á réttum stöðum. Og það er þessi mikli agi. Þeir sem eru agaðir, þeir ná árangri. Þannig að ég held að það skiptir mestu máli. Takk hérna fyrir þetta. Það er bara góðir. Getur þú notað eitthvað af þessu? Já.